Góðan daginn, komið sæl og verið velkomin á þessa afkomukynningu hjá okkur hér í Sjóvá. Það sem við erum að kynna niðurstöðu annars ársfjórðungs 2022 ásamt 6 mánaða uppgjöri. Að vanda þá munum við 3 fara yfir kynninguna. Ég fer yfir helstu tölur fyrst, síðan fer Sigríður Vala dýpra ofan í þær tölur og Þórður Pálsson yfir fjárfestingarnar. Ég kem svo aðeins upp í lokin og dreif þetta saman. Og svo erum við opin fyrir spurningar ef einhverjar eru í framhaldinu. Við líka árétta það að það er hægt að senda fyrirspurnir á okkur, á fjárfestar og við reynum eftir fremsta megni að koma þeim áleiðis á meðan á fundi stendur. Að samaskap er auðvitað hægt að senda okkur alltaf fyrirspurnir og óska eftir fundum nánari kynningar á afkomunni ef þess er óskað. En við vindum okkur þá í niðurstöðu fyrir annan ársfjórðung 2022 sem óætt að segja hafi verið mjög viðburðaríkur fjórðungur, þar sem á ýmsu gekk, getum við sagt, og ég held ég verið að segja að niðurstaðan hjá okkur er býsna góð og við getum kallað hana svona sterka varnar niðurstöðu fyrir þennan fjórðung. Afkoman var sem sagt neikvæð upp á 153 milljónir á fjórðungnum, en það er gríðarlega ánægjulegt að á þessum fjórðungi þá endurgreiðum við til okkar viðskiptamanna rúmlega 600 milljónir. En leið þá skilum við hagnaði af vátryggingastarfsemi upp á 137 milljónir sem mér þykir mjög vænt og finnst firna sterkt og segjum margt undirliggjandi rekstur hjá okkur. Sigríður Vala fer betur yfir það á eftir og auðvitað gekk okkur margt gott til í því og sem hjálpaði til en þetta er niðurstaðan og hún er engar ánægjuleg. Að sama skapi má segja að það hefði mátt reikna með mun verri niðurstöðu af fjárfestingarstarfseminni en þar var tap upp á 328 milljónir. Þetta skilar samsettu hlutfalli upp á 101% á móti 91,2% fyrir sama tímabil í fyrra og Sigríður Vala fer yfir það betur og eftir að í rauninni ef ekki hefði komið til þessarar endurgreiðslu þá væri við einhvers staðar á svipuðu róli eða 91,992 eitthvað slíkt í samsettu hlutfalli sem er mjög sterkt en við eins og lítum ekki á þetta með þessum hætti, það margir sem kannski vilja vita samhengið í þessu en við lítum á þetta sem fjárfestingu inn í framtíðina og við hefum gert þetta áður og það hefur skilað okkur bæði aukinni tryggð og auknum viðskiptum. Og eins og kemur þarna fram að áhrifin öll koma fram á þessum fjórðungi, 600 milljónir koma allar fram á þessum fjórðungi þannig að það er þá frá. Og iðgjaldaaukningin heldur áfram, hún er 4,6% á þessum fjórðungi, hún er aðallega dregin áfram og það verður að taka tillit til þess í 4,6% vexti að þarna eru 600 milljónir undir í því sem að endurgreidda voru af iðgjöldum. En þetta er aðallega drifið áfram af fyrirtækja vexti þessi fjórðungur. Nú fjárfestingarnar þær voru neikvæðar upp á 0,4%, það er að segja ávöxtunin á eignum í stýringu og skiluðu 193 milljónum í tap. Það sem eins og vó mjög sterkt á móti í þessu uppgjöri var gríðar miklar virðisbreytingar á óskráðum hlutabréfum hjá okkur og sem námu 1705 milljónum króna. Hvorki meira né minna og þykir nú býsna mikið á einum fjórðungi. Nú eins og gattum áðan þessar 600 milljónir rúmar sem við endurgreiddum til okkar viðskiptamanna í maí, það skiluðu sér til rúmlega 47.000 viðskiptamanna. Það skiluðu sér í mjög jákvæðum samskiptum sem við áttum við okkar viðskiptamenn og jók verulega ánægju og tryggð í þeim hópi auk þess sem við bættum við okkur nýjum viðskiptum. Varðandi samsetta hlutfallið sem er gott, getum við sagt með þessar 600 milljónir, þá hefur við samt og sögðum það líka í síðustu afkomukynningu okkar að það eru svona teikn á lofti sem við munum hafa augun á okkur með. Það er þróun eiga sér stað eins og ég kem betur að í umferðinni og það er hjólinu farin að snúast hraðar og við merkjum að tjónaþróun er á uppleið hjá okkur en við ætlum ekki bara að sitja auðum höndum þar. Við höfum verið mjög aktíf í því að eiga frumkvæði samskipti við okkar viðskiptamenn og reyna að draga úr tjónum eins og kostur er og auka vitund okkar viðskiptamanna eins og nokkur kostur er, hvort sem það er þá í bílalegum, rútufyrirtækjum eða öðrum stöðum þar sem aðalega geta verið útsettir fyrir auknum tjónum. Þessu sögðu þá ætla ég að hleypa Sigríði vel að. Komið sæl. Viðburðaríkur fjórðungur að baki hjá okkur í starfseminni.
tap var af rekstrinum upp 153 milljónir, samanborið við 3,1 milljarð í hagnað á sama tíma í fyrra. Munar þar mestu afkomu af fjárfestingarstarfseminni sem hafi verið huga á sama tíma í fyrra var afkoman einstaklega góð. Eignamarkaðir voru þungir á fjórðungnum og sem skiluðu þá tapi af öllum eignaflokkum nema óskráðu eignunum og þar áttu sér stað viðskiptabreytingar á aðalega 2 eignum sem skiluðu hvað mestri jákvæðar afkomu hjá Ölgerðinni og Kerecis. Nú það var líka mikið að vera hjá okkur í vátryggingastarfseminni eins og Hermann fór vel yfir áðan en endurgreiðsla gjalddagans kom til framkvæmda í fjórðungnum og endurgreiðslan nam 602 milljónum og kemur til lækkunar á iðgjöldum í maí og áhrifin því eins og áður kom fram að fullu komin fram. Og þrátt fyrir þetta skilaði vátryggingastarfsemin 137 milljónum í afkomu fyrir skatta og samsett hlutfall upp á 101% sem lítillega betra heldur en við gerðum ráð fyrir í okkar horfum. Nú ef við skoðum svo reksturinn aðeins betur að þá sjáum við að iðgjaldavöxturinn er 4,6%. Þetta drifið áfram af kröftugum iðgjaldavexti á fyrirtækjamarkaði sem við höfum séð undanfarin misseri. Hann nam 22% á fjórðungnum. Og þetta þá bæði umsvif hjá núverandi viðskiptavinum sem eru að aukast og eins hefur gengið vel að sækja ný viðskipti sem eru þá að skila sér inn í bækurnar. Iðgjaldavöxturinn var neikvæður á einstaklingsmarkaði í ljósi endurgreiðslunnar og dempar þar af leiðandi heildarvöxtinn á tímabilinu. En ef við gefum okkur að við hefðum innheimt iðgjöldina þá hefði iðgjaldavöxturinn á einstaklingsmarkaði verið 11% og 15% í heildina. Við bókuðum endurgreiðsluna að öllu leyti á þessum fjórðungi og hún dreifist í rauninni á allar vátryggingagreinar og ástæðan fyrir því að hún grundvölluð á góðri rekstrarafkomu í fyrra og því var ákveðið að gera það með þessum hætti. Nú við sjáum iðgjaldavöxt í öllum vátryggingagreinum nema í líf- og heilsutryggingum sem helgast af því hvernig maí endurgreiðslan er meðhöndluð. Nú, tjónakostnaðurinn að aukast töluvert og þar stækkandi stofn að taka með sér aukinn tjón en við sjáum líka augljós áhrif af auknum umsvifum í þjóðfélaginu, ferðaþjónustunni og umferðinni sem svona að ýta tjónatíðninni upp. Rekstrarkostnaður eykst líka nokkuð á milli ára og þar það svona sem að dregur þessa breytingu þá aðalega launa- og starfsmannakostnaður sem að hækka í takt við launaþróun og kjarasamningsbundnar hækkanir. Nú, samsett hlutfall í fjórðungnum nam 101%. Við sjáum tjónahlutfallið að hækka, auðvitað áhrif af maíendurgreiðslunni en undirliggjandi að sjá þetta hækka engu að síður. Matsþróun eldri ára jákvæð hjá okkur sem að dempar aðeins tjóna hlutfallið og einnig var þátttaka endurtryggjenda í tjónakostnaði aðeins meira heldur en gert hafi verið ráð fyrir og endurtryggingarhlutfallið því óvenju lágt í fjórðungnum en niðurstaðan 101% engu að síður góð og heilt yfir í takt við eða lítilega betri heldur en væntingar stóðu til. Við skoðum svo 6 mánuðina. Reynum að fá næstu glæru. Það hlýtur að takast. Tæknin eitthvað að stríða okkur. Sérðu okkar? Það ekki brús. Það brúsfrúsið. Líka á þér eða? Nei. 6. Glæsilegt, takk. Ef við skoðum þá 6 mánuðina, við sjáum aftur sömu þróun eins og fjórðungnum, afkoman að dragast þarna saman og auðvitað það mest tilkomið vegna breytinga í fjárfestingarstarfseminni, þungir eignamarkaðir á fjórðungnum sem og á tímabilinu öllu
en óskráðu eignirnar okkar er að draga okkur verulega upp þarna og eru þá að skila ávöxtun fjárfestingareigna í stýringu upp á 1,3% og afkoman fyrir skatt upp á 476 milljónir sem verður að teljast bara mjög gott miðað við aðstæður. Hvað vátryggingastarfsemina varðar þá teljum við að niðurstaðan endurspegli góðan og sterkan grunnrekstur þrátt fyrir þá þessa maíráðstöfun og sem á tjónaþungan fyrsta fjórðung og skilar þá afkomu upp á 598 milljónir fyrir skatta og samsettu hlutfall upp á 98,2%. Okay. Nú ef við skoðum svo reksturinn í dýbra og þá sjáum við 9,1% iðgjaldavöxt á milli tímabila og aftur þetta fyrirtækjamarkaðurinn sem að draga þennan vöxt áfram. Við erum líka með jákvæðan vöxt á einstaklingsmarkaði upp á 2% stig þrátt fyrir að maíendurgreiðslan hafi komið til og iðgjöld eru að vaxa þarna í öllum vátryggingagreinum eins og við sjáum á myndinni í hægra horninu. Nú tjónakostnaðir eru líka að aukast og það er sama sagan þar, það er stækkandi vátryggingarstofn og aukin umsvif sem að ýtir þá tjónatíðninu upp og svo munum við eftir þungu veðurfari á fyrsta fjórðungi og tjónatíðnin samkvæmt því. Nú rekstrakostnaðurinn er sömuleiðis að þróast í sömu átt á sömu ástæðum við nefndi áðan og samsett hlutfall fyrir tímabili 98,2%. Sjáum tjónarhlutfall tímabilsins þróast upp á við matsþróunin hjálpar okkur aðeins að lækka hlutfallið heilt yfir bara í takt við okkar væntingar fyrir tímabilið. Svona. Hérna sjáum við það afkomubrú á milli tímabila. Og þarna sjáum við hversu miklar sveiflur við erum að sjá í fjárfestingartekjunum sem að munar hvað mestum en auk þess sjáum við áhrifin af auknum iðgjaldavexti og hvernig tjónin hafi verið að þróast. Nú gjaldþolið og gjaldþolskrafan breytist lítillega á milli fjórðunga. Nú gjaldþolið er að lækka í takt við endurkaup sem átti sér stað á tímabilinu og afkomuna. Og gjaldþolskrafan er að þróast, hún er aðalega að lækka vegna markaðsáhættunar og þar er það hlutabréfaáhættan sem er að minnka lang mest. Það er í takt við þróun á samhverfa aðlögunarstuðlunum sem hafa lækkaði töluvert á tímabilinu í takt við þróun á hlutabréfaverði í Evrópu sem að þá lækkar þá bindinguna á móti óskráðum og skráðum hlutabréfum og lækkar þar af leiðandi kröfuna. Nú efnahagsreikningurinn, svona hefðbundnar, árstíðabundnar sveiflur í honum. Við sjáum þarna hvernig iðgjaldaskuldin, hún hækkar alltaf frá áramótum. Tjónaskuldin er að aukast bara í takt við stækkandi stofn og er í eðlilegu samhengi við þann iðgjaldavöxt sem við höfum séð. Nú áhrifin af arðgreiðslu og endurkaupum megin bréfa sjást á eigið hjá okkur en samtals nema þessar ráðstafanir til hluthafa 5,2 milljörðum á tímabilinu. Og við sjáum að gjaldþolshlutfallið er að þróast í rauninni að lækka lítillega á milli tímabila og heilt yfir er þetta sterk staða. Þá er það Þórður. Já, afkoma af fjárfestingum á öðrum ársfjórðungi var í raun og veru slök og skýrist af mjög slæmu gengi á öllum skráðum mörkuðum og afkoman í raun og veru miklu verri heldur en lítur út við fyrstu sýn vegna þess að virðisbreytingum á óskráðum hlutabréfum. En þó verðum kannski að hafa í huga að þó svo að þessi sveiflur á markaðinum á öðrum ársfjórðungi og töluvert tap af skráðum verðbréfum þá er þetta nú ekkert sem að getur talist úr takt við það sem að vænta má bara miðað við fjárfestingarstefnu félagsins og miðað við áhættu á mörkuðum almennt. En tap á óskráðum hlutabréfum var 1719 milljónir eða neikvæð ávöxtun upp á 12%. En einnig var að tap á skráðum ríkisskuldabréfum.
Þetta var bara svona almennt og sjálfur sér ekkert eitt sem að ber að taka, sem ég vil nefna sérstaklega með skráðu hlutabréfin. En með óskráðu hlutabréfin þá var þetta aðalega 2 bréf. Það var í fyrsta lagi að Ölgerðin var skráð á fjórðungnum og afkoman af henni, þetta var skráð á 4,75 og við áttum eitthvað 142 milljón hluta. Seldum 30% af þeim í útboðinu en meðalgengið í útboðinu var 9,58 þannig að þau eru bréfin færð út úr óskráðu hlutabréfum yfir í skráðu hlutabréfin á því gengi 9,58 og þið sjáið að þetta fært út á 1368 milljónir. Hitt bréfið það var Kerecis en í lok fjórðungsins þá var ljóst að stór og virtur erlendur fjárfesti Kirkby sem svona með stærri í private equity fjárfestum í Evrópu, að minnsta kosti í Danmörku, hefði gert tilboð í Kerecis á genginu 78,19 dollarar að undangengnu mikilli rannsókn á fyrirtækinu og þess vegna var ákveðið að þessi stóru armslengdar viðskipti milli upplýstra aðila hefði átt sér stað að þá var þetta fært á 78,19 og margfaldað með gengi dollarsins í lok fjórðungsins. Og þetta sama aðferðafræði og var höfð þegar Ölgerðin var færð upp í 4,75 á grundvelli armslengdar viðskipta sem hefði átt sér stað þá. Nú ef við förum svona aðeins í breytingarnar voru ekkert svo rosalega á fjórðungnum í hlutabréfum að þá héldum við áfram að bæta við okkur í Eimskip og stóru bönkunum 2 auk þess sem við bættum verulega við okkur í Sín. Í skuldabréfum að þá héldum við áfram að minnka líftíman og við seldum aðalega þarna lengri verðtryggð skuldabréf sem við áttum engin óverðtryggð löng skuldabréf og þá var það áfram hluti að þeirri hugmyndafræði að vegna mikillar óvissu og jafnframt vaxtahækkana að þá viljum við vera með stuttan líftíma. Nú vextir hafa hækkað verulega á fjórðungnum og það sem eftir koma af fjórðungnum sem að auðvitað hefur gott að vera í skjóli stuttra bréfa. Hins vegar hefur verðbólgu álagið lækkað sem hefur komið sér illa fyrir verðtryggð skuldabréf en við erum þó höldum áfram ótrauð og erum áfram að bæta við okkur verðtryggingar hlutfalli. Og við horfum á 6 mánuðina, þá er þetta sama sagan, við erum 1,3% ávöxtun, skráðu hlutabréfin hafa komið illa út, ríkisskuldabréfin skár út en það sem upp úr stendur þetta á fyrstu 2 fjórðungum ársins eru óskráðu hlutabréfin. Ég líka kannski nefna það með skuldabréfin að líftíminn komið niður í 3,2 ár. Fyrsta hlutverk í fjárfestinga í tryggingafélagi að verja skuldina og maður verður náttúrulega skuldina með því að hafa eignir af svipuðum gæðum og líftíma og til þess að þú ert með skuld og eign í skuldabréfum með sama líftíma að þá er þetta algjörlega ónæmt fyrir vaxtabreytingum. Það sem þetta þýðir þá að við erum komin í líftíma í 3,2 ár versus 2 ár á skuldina þýðir það að svona almennt öll stöðutak okkar í vöxtum miklu minni heldur en nokkuð tíma verið áður. Þannig að við erum svona nær því að vera að vaxta hlutlaus og svona það helgast eins og segja að þessu umhverfi vaxtahækkanir alls staðar í heiminum, stríðsrekstur í Evrópu og kjarasamningar framundan á Íslandi. Þetta svona ekki alveg ídealt fyrir skuldabréfafjárfesta. En síðan erum við með stærstu eigninar og það var, ég segi ekki orðið stórkostlega breytinga þar á og eignar sem eru 500 milljónir eru þarna tæp 70% sem við sjáum þar. Og þá tekur Hermann aftur við. Já, þessi mynd
hefur loðað lengi við okkur og svona sýndum hann upphaflega til þess að sýna fram á sveiflur sem hafa átt í stað á milli fjárfestinga og vátryggingastarfsemi. Síðan náttúrulega undangengna fjórðunga hefur hún verið mjög stabíl á báðum stöðum á þess að ég sé óska eftir því að sveiflurnar komi eftir og þá eru það nú aðeins að það er gamalt kunningi að koma þarna upp og þarna sjáum við líka gamlan kunningi hvað það varðar að oft áður fyrir þá gekk þetta svona hvað á móti öðru þar að segja vátryggingastarfsemin og fjárfestingastarfsemin. Þó að undangengni fjórðungar hafi báður verið í sömu átt býsna lengi og vel. Það er líka ánægt að segja að þetta eru 30 fjórðungar sem þarna eru og 28 af þeim er vátryggingastarfsemin jákvæð og liðin rúm 6 ár hefur þetta verið með þeim hætti sem við leggjum mikið upp úr og erum mjög ánægð með, sérstaklega þegar haft í huga þessi fjórðungur og okkar útspil þar varðandi 600 milljónir krónur. Nú það er sama eins og kom fram áðan að þetta er mynd sem aðeins blörrast út frá þessum endurgreiðslum og svona myndin hérna er ýktari hvað sem því nemur en það breytir því ekki með sama hætti og við nefndum þegar við kynntum fyrsta ársfjórðung 2022 að við þurfum og verðum að hafa augun á sérstaklega þróun á ökutækjum bæði frjálsum og lögbánum. Það er verkefnið okkar. Nú þetta er líka býsna áhugaverð mynd og hún hefur svona fest í sessi vegna þess að hún svona glettilega svona púls á ýmislegt hjá okkur í rekstrinum og snýr þá á ökutækjum, það er að segja að umferðinni hringveginn endurspeglar svolítið svona tjónaþróunina í ökutækjunum. Og þannig er svolítið merkilegt að sjá að liðnir 3 mánuðir eru metmánuðir hjá okkur og umfram met árið 2019. Þannig að það er að eiga sér stað gríðarlegur vöxtur í akstri á hringveginum og verður svolítið fróðlegt að sjá svona, næstu 2 til 3 mánuði og það sem verður svolítið áhugavert að sjá þar að á COVID-tímum þegar túrisminn datt niður þá var innanlandsmarkaður mikið á ferðinni og nú er spurningin í þessu olíuverði sem að núna er og spurningin hvort að landin fari í auknum mæli erlendis og það verður frekar drifið áfram af túristum eða hvernig það verður svolítið fróðlegt að sjá hvernig svona næstu mánuðir munu líta út hjá okkur og hvernig það muni síðan speglast í okkar tjónabókum. Nú þá bara samandregið, afkoman prýðis góð, við erum ánægð með þessa niðurstöðu fyrir 6 mánuðina og samstöðuhlutfall upp á 98,2%. Horfurnar fyrir árið eru óbreyttar frá því sem áður var. Við erum að gera ráð fyrir því að hagnaður fyrir skatta verði á bilinu 1400 til 1800 milljónir króna og að samsett hlutfall verði 95 til 97%. Þetta er óbreytt frá því sem áður var. Nú horfurnar til næstu 12 mánuða, þá erum við að gera ráð fyrir því að afkoman fyrir skatta verði 2,2 milljarðar og að samsett hlutfall verði 95%. Nú eins og áður þá erum við ekki að birta horfur fyrir afkomu á fjárfestingastarfsemi, augljóslega. Það er erfitt að spá þar en hins vegar erum við með mikið niðurbrot á okkar eignum og svona það getur hver sem svona reynt átt að sjá því hvernig okkur reiðir af þar. Við hins vegar gerum ráð fyrir því að ávöxtunin á fjárfestingaeignum í stýringu hjá okkur til lengri tíma nemi 8% og það er þá tekið með af núverandi vaxtastigi og fjárfestingastefnu. Nú á fjórðungnum megum við ekki láta hjá líða að minnast þess að við vorum fyrirtæki ársins í VR-könnun. Þetta er stærsta vinnustaðakönnun sem framkvæmt er á Íslandi og gríðarlega verðmætt fyrir okkur að fá þessa niðurstöðu. Það eru mjög fáir, þetta er mjög eftirsóknarvert og margir sem vilja komast í þennan hóp. Og það er líka svolítið magnað að hafa náð þessi 5 ári í röð vegna þess að svona parametrarnir eða viðmiðin í könnuninni eru að breytast stöðugt, þannig að svona því betri sem að vinnustamenningin er á heildina eða því breiðari sem að grunninn er þar því líklega ertu að ná árangri þarna. Fyrirtæki eru svolítið að koma og fara þarna en við höfum verið stabíl þarna í 5 ár og það gefur okkur gríðarlega mikið og ég hef sagt það áður að við erum fólk að sinna fólki og þarna skiptir fyrst miklu máli að menning og starfsánægja sé með þessum hætti og við þökkum kærlega fyrir þá niðurstöðu. Að þessu sögðu þá opnum við fyrir spurningar og við svo sem gerum ráð fyrir því með við þennan árstíma og með við þessa tímasetningu að þá vorum við svo sem ekki endilega undirbúin undir mikið spurningaflóð og vonum bara að Ísland haldi áfram á þessari vegferð að við skiptum sér konur yfir 1-0 sem er glæsilegt. En ég vil bara árétta að það er hægt að koma fyrirspurnum á fjárfestar og það er líka hægt að óska eftir fundi með okkur. Ef áhugur á því. Er ég að gleyma einhverju? Einhverjar spurningar?
Nei. Heyrðu, þá vil ég bara þakka kærlega fyrir áheyrnina. Það var glettilega margir sem voru þó að hlusta með það sem maður bjóst við. En eins og sé, þetta er á upptöku og alltaf aðgengilegt. Takk kærlega fyrir.